sauðurinn. Svona getum við leikið okkur svolítið aðeins í íslenskunni. En það segir svo í Davíðssálmi 23, Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum, það sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína. Hann leiðir mig rétta vegur fyrir sakir nafns síns. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt. Því þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Þú býr með borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyr höfuð mitt með olíu, bikarinn minn barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins bý ég, hvað hún löng? Heil eilífð, ekki satt? Við búum hjá Drottni í heila eilífð. Og Búddi var að minna okkur á það uppi. Eða ekki? Búddi var að minna okkur á það uppi að hann er bara jörð, hann er bara mold. En sjáu við hvað þetta er merkilegt að við tökum moldina og við látum hann að lofa Drottinn. Ég veit ekki hvaða kringumstæður þú ert í, en allavega, notaðu tímann meðan þú hefur hér til að lofa Drottinn. Því þú kemur þarna upp, þú veist, þá hefur ekkert val. Þá ertu bara að lofa Drottinn alla eilífð. Núna hefur þú valið, nú getur þú gefið Drottni valið að leyfa honum að móta ævi þína. Við erum líka með bænarefni, ekki satt. Það er eitt og annað sem bankar upp á hjá okkur. Og þið sem hafið bænarefni með rétt upp hendi, segja frá því, við vörpum því fram fyrir Drottinn. Og Guð, hann sér okkur og vegna náða sinna. Amen. Og ekki vantreysta því þó að einhver finnst vera töf á bænasvörum, að það kemur samt. Það búið að svara. Það búið að leggja þetta fram fyrir Guð. Heyri, amen. Stöndum nú upp saman. Þið eru búin að hvíla ykkur nóg núna. Svo bíðum við saman. Drottinn minn, þakka þér fyrir þína yndislegu náð. Við mögum vera sauðir þínir, þú mátt vera hirðirinn okkar. Það sem þú ferð, Drottinn, þangað megum við fara. Það sem þú ert, Drottinn, þar megum við vera. Og nú vörpum við þessum bænarefnum okkar fram fyrir þig. Þú veist sjúkdóma, þú veist þrengingar, þú veist vonleysi, þú veist þetta sem að angra hug okkar og hjarta, Drottinn minn, við komum með þetta til þín. Drottinn, við biðjum þína lausn. Vert þú hirðirinn, leitt okkur af vötnunum, Drottinn minn, þar sem við mögum næðis njóta. Og þú hressir sál okkar og gefðu þessi samverustund í dag. Hún verði okkur hressandi, hún verði okkur uppörvandi, hún fái orðið þitt, Drottinn minn, og styrkinn þinn, elskaði Herra, svo í heilugum anda þá megum við lofa því og tigna. Blessa þig í Jesú nafni. Amen. Amen. Og meðan Marta kemur fram því að við ætlum að bjóða ykkur að taka þátt í starfinu með gjöfum og bara peningum. Og þá ætlum ég að segja að það verður bænastund hérna hjá okkur á þriðjudag klukkan 5 og svo föstudag klukkan 8. Og bræður, það er mæðradagurinn í dag, til hamingju mæður. Og bræður, það verður kalladagur á laugardaginn. Klukkan 11. Eða klukkan 10, þá mætum við hér, fáum okkur kaffi, byggjum saman og svo lesum við orðið, það verður tekið upp og sett út á lindinu. Þannig að það er ekki alveg saman hvað að segja. Þið gáðu það því, en bræður, endilega verið velkomin, finnið ykkur í að koma, prófið allavega, gjör svo vel Marta mín. Thank you, Jesus, for this day. Lord Jesus, we are here again to worship you with the substance that we received from your hand. Lord Jesus, we ask you to accept it. I pray in the name of Jesus. Amen. Vandaði vorum þakkláttir svo oft aðra daga, en í dag var ég einstaklega þakklátt. Í dag er mæðradagurinn, ég á 5 heilbrigð börn, en þakklátust er ég fyrir mömmu minni, sem var aðeins 17 ára gömul. Ég hef oft sagt þetta, en í dag á þetta svo við. Hún var 17 ára gömul þegar hún verður ófrísk af mér. Það var ekki planið hennar, en hún ákvað að halda af mér, hún ákvað að eyða mér ekki, hún ákvað að vera mamma mín og ég er henni afar þakklátt að í dag í sumar er ég ganginn í 50. ári mitt og þvílík blessun að fá að eiga líf
og geta margfaldað líf áfram með því að eiga 5 börn og 1 ömmubarn. En þetta hefði ekki gerst ef hún hefði farið aðra leið. En ég ótrúlega þakklátt og við erum þakklátt fyrir þessi litlu skref og fyrir þessi litlu hluti sem í lífum okkar. Og ég bara einhvern veginn svo ótrúlega meir þegar ég vaknaði í morgun og hugsaði bara, vá, þvílíkt þakklæti. Og mamma, hún náttúrulega býr í bænum, en ég ákvað áður ég kom að senda henni kveðju. Og ég var bara einhvern veginn svona, já, ég var hugsi. Af því að svo oft í dag sem að maður heyrir svo sorglega fréttir sem að konur verður ófrískar og bara hafa ekki tíma eða þetta er ekki akkurat staðurinn í stund að eiga barn og það má vel vera en þú berð líf undir belti og það líf bað ekki endilega að fá að koma en þú gefur því líf áfram með því að því eins og svo ofta og við segjum ofta á Íslandi þetta reddast og vissulega reddaðist þetta hjá mömmu og þetta yndislegt að fá skulum lofa drottin í dag og söngvandi sem við syngjum í dag þetta lofsöngvar til drottins og við skulum gleyma stað og stund og syngja saman og lofa drottin og þakka honum fyrir það sem hann hefur gert fyrir okkur. Ég vil bara lofa þig Guð því að nafn þitt það er fegurst á jörðu og kærleika vil ég gefa þér. Ég vil bara lofa þig. Þetta er gamall söngur en við kunnum hann öll, flest öll og ef við kunnum hann ekki þá lærum hann mjög fljótt. Syngjum saman hér í dag og lofum Guð. Leifum öllum áhyggjum að fara í burt og gefum okkur tíma til lofgjörð áður en ræðan kemur. Amen. Yeah.
veiti ást minni á ný. Ég tilbið þig í anda, í sannleik tilbið þig. Gerðu líf mitt að lofsöng, 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 gerðu líf mitt að lofsöng fyrir þig. Dýr Sigur, góðan Brad frá Kanada, Saskatchewan, að tala til okkar. Hilmar ætlar að túlka. Og you who are foreigners here, not Icelandic speaking, you are very welcome. You know why we speak Icelandic? It's a Pentecostal church and we speak in tongues. So that's a good explanation. Sounds like tongues to me. Sounds like tongues. Heyrið í mér? Góðan daginn. Kæru bræður og systur. Ég ætla bara að kynna fyrir ykkur aðeins. Þetta er vinnur minn frá Kanada. Hann heitir Brad Meyer og konan hans Kimberley. Og hún er Olsen. Hún er norskættuð. Please stand up, Kimberley. Let them welcome you. Velkomna.